hönnunarrýni sé að lágmarki einhver leyti loki áður en framkvæmdir hefjast, sem hann finnst náttúrulega að vera mjög skynsamlegt að gera. Nú, ef að verkkaupum eða yfirvöldum finnst þurfa frekar rýni á einhverjum öðrum þáttum, þá geta þeir farið fram á það og þá jafnvel verið að tala framkvæmdarrýni á brunnunum sem ekki í grafum. Það getur verið að tala rýni á aðgengismálum, aðgengi fyrir alla, það getur verið að tala rýni á landsráðsframkvæmdum og bara það sem mönnum þykir hverju sinni. Nú, eins og ég nefndi áðan, þá eru mikla kröfur til fyrirtækja og þá starfsmanna líka sem að verkunum koma. En í nýlegri breytingu á SAG 10 sem var hérna áramót, þá var kröfu það að fyrirtæki þyrfti að hafa gæðastjórnun, hún var felld út. En þó áfram til að fyrirtæki fái svokallaða central góðkenningu sem menn þurftu að hafa hérna áður fyrir til að geta starfa á norskum markaði, að þá þurfa að hafa gæðastjórnun til að öðlast það. Krafan í dag sú að það þarf að gera gæðaáætlun fyrir hvert einstaka verkefni. Og þeir telja að þetta muni tryggja enn frekari gæði, þetta muni minnka galla, enn frekar og mistök. Og jafnframt að þetta tryggi það að mannvirki séu hönnuð og framkvæmt í samræmi við lög og reglugerðir. Og þeir vilja meina jafnframt að þetta tryggi það að mannskapur sem að framkvæmdunum koma, að þeir hafi nægilega þekkingu. Nú, þeir flokka verkefni í Noregi í 3 mismunandi flokka og það er flokkur 1-3 og fer hann eftir flækjustig mannvirkisins. Og það fer jafnframt eftir því sem sagt hvaða afleiðingar verða ef eitthvað kemur upp á. Þannig að flokkur 1 er fyrir einfaldari byggingar. Flokkur 2 eru blokkir, skólar og minni óperar byggingar. Nú flokki 3 eru þá stórar óperar byggingar, flugstöðar, sjúkrahús og slíkt. Og þeir sem þekkja til Eurocode, þetta svona svipar til skiptinguna þar. En flokkurinn heitar reyndar annað þar, en svona skiptingin er svipuð. Nú, þeir setja fram kröfur mannskap sem að verkefninu koma og þá er það bæði það sem snýr að hönnuninu og framkvæmdinni. Og þar eru aðrir flokkar, það er flokkur A, það er fyrir menn sem hafa iðnmenntun eða sveinsbréf. Og það er flokkur B sem er þá iðnmenn með meistarabréf og svo eru það tæknimenn með bachelorgráðu og flokkur D þá tæknimenn með meistaragráðu. Þetta var einfaldað aðeins í breytingu sem kom nú áramót, þannig að nú í raun og veru þarf sá sem er ábyrgur fyrir verkinu eða viðkomandi verkþætti að hafa þessa menntun. Fyrir breytingu þá var þessi krafa á alla starfsmenn sem koma að verkinu, sem er kannski erfitt að uppfylla. Nú ef við tökum hérna eitt dæmi í tildagsræð 2 og þá förum við hérna, þá þarf hönnuðurinn, hann þarf lágmarki að vera með bachelorgráðu og 6 ára starfsreynslu. Þá vantar við hönnun. Nú verktakinn sem tekur verkið að sér, hann þarf eða ábyrgur fyrir verkinu, hann þarf að lágmarki vera með meistarabréf og 3 ára reynslu. Og sá sem sér rýni hlutverkið, hann þarf að lágmarki vera bachelorgráðu og 6 ára reynslu. Nú ef við förum í þá næsta flokkur á hans, flokkur 3, þar
þarf sá sem er ábyrgur fyrir hönnun að vera lágmarki með meistaragráðu. Hérna. Þá kemur ekki upp hérna bíla. Og 8 ára starfsreynslu. Þú verðst ekki þarf að vera með tæknimenntun, barnsögungráðu og 5 ára reynslu. Og sá sem sinnir rýninu, hann þarf að vera með meistaragráðu og lágmarki 8 ára reynslu. Þannig að kröfunar eru miklar þarna hjá þeim og þær eru vel útlistaðar. Þetta var sýningin. Einhverjar spurningar sem að eða athugasemdir? Kemur sveitarfélög eitthvað að svona rýni eða eftirlit? Sko sveitarfélög eru með ekki þannig lagað þegar þeir rýna sem sagt geðsjónukerfi fyrirtækja og tryggja það sé allt eins og á að vera en þeir eru ekki að fara á verkstæði og úttektir á framkvæmdum. Það erum við ekki að sjá. Gildir það fyrir allar byggingar? Saman hvað eru stórar og... Já sko þeir yfirvöld áttur að koma í loka úttektir en svona stöðu úttektir og úttektir á framkvæmdi er ekki stundar. Og það er vantilega ástæð þess að þeir hafa sett þetta inn þarna að sko sem við höfum fundist vera einhver misbrestur á því að menn séu að gera eins og á að gera. Hvaða ábyrgð fylgir þessari rýni? Það fylgir mikil ábyrgð. Sko það er skrifað undir ábyrgðaryfirlýsingu að sko regluverki segir náttúrulega til hvernig á að rýna. Og þú skrifar undir það að þú fylgir því regluverki í rýni. Og þú reynir að vera auðvert ef orðan svona slugsamir rýnina og eitthvað kemur upp síðan og það getur rætt þess að þú fangar ekki rýnina, þá getur þú ábyrgur fjárhagslega það líka. Það er einhverju tjóni þá á fasteignum, þannig að þetta er gríðarlegt ábyrgðarhlutverk að vera rýnir. Er það ábyrgðin meiri á rýninum heldur en kannski á hönnuðinum? Eða er það að segja að hönnuðurinn sé með sína hönnun, rýnir hana, dæmir hana í lagi, svo kemur kannski ljós seinna að það voru atriði sem fóru fram hjá rýninum sem hefði mátt betur fara. Nei, hönnuðurinn náttúrulega er með aðal ábyrgðina á að hann sé að gera það. Já, sem að hefði haldið. En sko, ef þetta er eitthvað augljóst, tökum við grósa dæmi, þá er alltaf byrjað á hönnuðinum. Og ef þetta er það augljóst að þetta hefur allir hægt að sjá þetta, þá getur þetta að fara áfram. En við höfum ekki að vita það til dæmis ef að hönnuðurinn er orðið gjaldþrota, segjum það, að það kemur upp einhver gall í byggjum sem er ekkert þess að einhver mistök. Og það er ekkert að sækja á hönnuðinn, að þá er farið byggt í rými. Þannig að þá er hann orðinn, það er náttúrulega alltaf farið fyrst í hönnuðinn. Hafið þið skoðað hvað tímanotkun á hönnun og einhver svona svipað húsi er mikil í Noregi með Íslandi? Það er að segja hönnunarkostnaður eftir norska kerfinu, eftir íslenska kerfinu og sambærileg hús. Já, hann er töluvert hærri. Það er náttúrulega skýrast af því að borfasanir eru langir. Sko, við höfum náttúrulega líka litið á þennan aukna kostnað sem fylgir verkefnum, kannski sem hingað til litið á það sem þetta er eitthvað sem við höfum þurft að fórna til að komast inn í kerfið og annað. En það er töluvert meiri kostnaður í norsku verkefnum heldur en íslensku. Á hönnunarstigi? Já. Það er náttúrulega, það eru allir þessi fasar sem við höfum farið í gegn. Heldur það skili sér eftir að það kom fram í byrjunni að þetta væri svona meiri struktúr í kringum hönnunar ferlið? Heldur það skili sér í einhverju betri skilvirkni? Ég held að það skilir sig betur í því að menn er ekki að breyta. Það er búið að taka ákvörðunum á fyrstu stigum. Hérna erum við ofta að lenda í því að við erum komnir hérna í endilega hönnun og mannvirkjunum og þá eru menn að fara í mikla breytingar sem eru mjög kostnaðarsamar. Menn eru að byrja á framkvæmdi. Og þetta er mjög hugur, okkur vantaði hérna eitt herbyggi fyrir hvað veit ég. Þannig að menn eru búinir algjörlega að festa niður
hvernig á mannvirki að vera. Og það er nú nóg þekkti fyrir að vera svona, hvað segja, ekki kannski halda í peningana en svona kannski aðeins, eða það er náttúrulega kannski flestar þjóðir aðeins reglusamar í því að við fara. En ég spái heldur að þetta finnst, eða eitthvað upplifun að þetta sé skilvirkara líka peningalega sér, að það er að segja að það sé ekki farið í byggingaframkvæmd upp á von og óvon kostnað eins og oft hérna. Já, það er það. Sko málið þarna úti er það að sem sagt, og yfir þessum verkum sem við svo stærri verkum fyrir opinbera aðila, að þá er farið yfirleitt svona í sem sagt, ef maður kalla þetta svona öryggis, sko finna út hversu nálægt er kostnaðaráætlunin raunverulega. Já. Hvað heitir það á íslensku en svona KSÍ. Kostnaðargreining. Já, á kostnaðargreininga. Og svo er algengt að eftir forprosentið þá er bara ákveðið annað að hætta við jafnvel eða endurskipingu alveg frá grunni. Þá er bara kostnaðaráætlunin og mikil og við erum ekki ánægð með prótotið, þannig bara að byrja upp á nýtt eða vera ekki eitthvað svona köttlistar. Að það bara nú er allir að skera niður og sjá getur við eitthvað breytt þessu verkefni því það er bara of dýrt og við höfum bara ekki efna á því. Ekki eins og hérna þar sem þú byrjar bara að grafa og byggja og svo bara þetta fór rosalega langt fram yfir all fjárhagsáætlun bara og svo bara verka því. Já, það er ekki Noregi, sko. Nei, það var þess að því veitir hugsa öðru sig að... Já, þeir koma með, þeir hafa einhvern ramma til að vera innan og svo koma þeir og þurfa að sækja það fjármagn. Og þá sækja það bara það fjármagn sem þeir þurfa og það er mjög erfitt að koma eftir og segja, við þurfum að fá 10% meira þetta, þetta var dýrara. Það er mjög erfitt í Noregi, þess að það er... Segir kannski enn frá LCC þá í þessu samhengi? Já. Átt þá við að það sé ekki gerðar pólitískar kostnaðaráætlanir í Noregi. Það eru ekki gerðar. Hér er mjög algengt að sjá sem sagt að það er ákveðið hvað er verjanlegt að nota í verkin og það er kostnaðaráætlunin, svo fer restin fram úr. Þetta sérðu mjög oft í þessu fínu prósjektum okkar hérna. Hvernig finnst þið að það skilja sér í gæða? Er minnað galla og annað og svona því þetta hér? Sko, þeir hafa verið að tala um að eins og að lenda í miklum göllum í vígum, sko. Þannig að ég held svona bara að þeir séu bara eins og við. Það er byggt mikið og byggt hratt. En ekki framkvæmdahliðin svolítið stífari í prófun á efnum og maður þarf svolítið svona í útgættum að þú steikar ekki þannig að þetta er tekinn prófun á þessum bíl. Sko við erum ekki að sjá það í Rín að menn sé að taka sína versta, sko. Nei. Þeir þurfa að halda utan alla móttökuseðla og þurfa að staðfesta að það sem stendur á seðlum, það sem er í bílum, sé í samræmi við það sem á að fara í mótið. Þannig að það er svona þeirra að tjekka á efnum og þeir fá bendi járnið og þá fylgir einhver seðill sem segir hvað er í stálunum. Stálið að vera melt á sérstaklega hátt og þeir þurfa að skrá allt og fara í gegnum ferðum, móttök og annað, sko. Þannig að ég hef ekki þetta held ég að svona... Kemur opinbert eftirlitið meira að því eða minna? Já, sko, það er ekkert opinbert eftirlit á framkvæmdum að úti. Nei. Annað er það að á verktakanum sjálf. Hann eigi að vera með kerfi sem hann á að fylgja. Það er opinbert. Það er bara yfirferð á kerfinu sem slíku en ekki... Já. Og þess vegna held ég að sko þeir hafa tekið inn þetta á úað kontról til að svona verktakinn með kerfi er hann að fylgja því. Ég er hann að gera úttektir sem hann á að gera. Ég er hann að skrá sitt allt, ég er allt. Er þeir þannig byggingarstjóra yfir framkvæmdinni eða svona eins og við erum með eða er þeir með verktakann sem slíkan bara? Sko þetta er svolítið sérstakt. Sko
sko maður fær stundum tilfinningur ef maður fer á verkstæði í Noregi að sem sagt, sá sem aðalverktaki, sá sem yfir svæðinu, þeir reynir vilt að firra sig allir ábyrgð. Þeir fá sko þennan mann í að setja járnin í þennan verktaka sko, þá er hann ábyrgur fyrir því. Þeir fá þennan mann til að sjá stálið, þá er hann ábyrgur fyrir því. Magnús, svo eru þeir náttúrulega með byggingarstjóra óháða sem er ráðinn eins og frá Settil og fleiri fyrirtækjum. Já, verkefnastjóra. Já, verkefnastjóra, já. Sem er alveg með puttana í öllum tekningum og hamast í hönnuðum og að hlutir sem við gerðir og spyrja spurningar fyrir verktakana. Hvernig skiptist kostnaður svona milli þessara hönnunarfasa og hvað er hérna þetta fræðiparti kontróler, hvað er það að bæta miklu við? Svona bætir náttúrulega alveg. hönnunarkostnað? Já, það er náttúrulega kannski ekki hluta hönnunarkostnaðanum. Nei, það er á hönnunastíð, þannig að það er eitthvað viðbót. Já, en það er yfirleitt sko, já, það er sko, við erum restir útsett í OF Control þegar að verkið svona, mennum að fara að huga því að koma því framkvæmt. Þá erum við restir út. Við sagði á sko, þá er hönnun eiginlega ekki lokið þegar framkvæmt er í gang. Deilhönnun er ekki lokið þegar verktakinn byrjar. Þannig að hérna, en svona, þetta er náttúrulega bara einhver prómil sko að heildarkostnaði. En svona skipting á milli kannski þessara fyrstu fasa og sem sagt fullar hönnunar. Ég myndi halda að það væri kannski svona 40% í fyrirhlutan og 60% í seinni hlutan. Tölvöld eftir fagsviðu? Já, það er svona misjafnt, það er svona gróft fag. En finnst ykkur í svona verkefnastjórnum, finnst ykkur vera rosalega munur á, eða hvort finnst ykkur munur vera jákvæður eða neikvæður með að við svona umfang og flækjustig á Íslandi eða Noregi að halda utan að verk? Finnst ykkur að vera að þú talar að það þurfti að vera miklu meiri pappírsvinna, en skilar það sér þá í því að þetta sé einhvern veginn meira formál og í betra ykkur svona farvegi heldur en er hér, eða skila það kannski bara ekki nokkuð með? Já, sko, auðvitað í flestum tilvíkum eru pappirarnir góðs. En ekki þeir bara vera að strafa? Nei, það er einmitt það svona fæstum tilfengur sko að það sé að framleiða pappira fyrir bara til að búa til sko. Ok, það er hægt svo ekki að vera svona þess að fiskætti hvort að það væri raunin. Þeir eru bara harðið á að sé allt svona, það á alltaf að vera skjálfast og Það er að koma kaffileg, kannski 2 spurningar að lofa. Það var skjámyndaðan aðan sko í sambandi við framkvæmdarýni á flestum þáttum nema grunnahönnun. Þú tókur ég á það? Já, það er eiginlega góð spurning. Það er sko, krafan er sem að það sé, hönnun sé rýnd, en sko það í mörgum tilvikum er óska líka eftir hönnun á framkvæmd. Ætli það sé ekki bara vegna þess að sko, ég eiginlega svona veit ekki okkur það var sagt að það bara vera hönnunarýni á grunnahönnun, en í tilvikum er framkvæmdarýni það líka. En það þá sér ósk sem að yfirvöld gera eða eitthvað. Kemur slökkvilið eitthvað að kíkja á svona hluti? Það hafi ekki alltaf einhver það, en oft heimsækjum við slökkvilið viðkomandi bæjarfélagi og kynnum það sem við erum að gera. Það er... Gera námið það líka sem sagt, þetta er ekki bara... Já, ég gerir ráð fyrir þeir gerir það sko. Þannig í stærri verkefnum svona. Já, en þetta er nú yfirleitt sko bara við förum og kynnum okkar áætlanir, það er ekki, við fáum ekkert samþykki hjá þeim eða slíkt sko. Og svo er bara bruna hönnunarskýrslu skilað inn með fyrstu umsókn í gangi með þessi. Það er fyrstu umsókn byggingar á þeim. Þannig að... Ég stakka Magnúsi fyrir, ekki spurt hann þessi líka á eftir, en það er komið tíma okkar á Gleinur. Þetta er það að við erum ekki á það, þeir eru svona fólk
Já. Við erum svo bara bjóri. Já, mýmisvar. Já.